og þegar ég fór til Akureyrar og ég byrjaði þar að vinna og ég fór að kenna í bóndastúdíu, þessi moment, það var bara mjög gaman. Ég meina, þetta voru mest krakkar sem voru fyrst að skipta að læra svona dansin sem ég er búinn að læra á Kúbu. En þau voru bara mikið áhugasöm. Þau voru bara að fylgja, hlusta vel og ég meina, þegar ég fór að kenna, það var svo erfitt af því ég var að læra íslensku í þessi moment. Ég talaði ekki ensku, bara var íslensku, bara lítir og svo spænsku. Og ég man að ég var bara að tala spænsku í tímanum og líka íslensku, allt bara blanda saman, stundu það bara skildi ekki alveg hvað ég var að meina og ég ekki heldur tilbaka. En þetta var æðislegt að hafa krakka sem voru áhugasöm að læra dans. Yo me llamo Ernesto Camilo Daza Valdés. Mi ciudad en Cuba se llama Matanzas. Og ég búi hér á Íslandi frá 2012. Ég er frá Kúbu, svona lítið eyju, en ég er í Suður-Ameríku. Ja. En bærinn þinn, hvað er það? Það heitir Matanzas, sem er svona, það er La Habana, sem er svona eins og segir Reykjavík hér á Íslandi, og svo Matanzas er bara klukkutíma keyrandi frá Havana. Mjög falleg, það er mér finnst. Ja. En hvernig er fjölskyldan þín? Sko, Það er mamma og pabbi? Já, og það er líka bróðir minn. Við erum bara svona lítið fjölskylda sem við búum í Matanzas sama. Þetta er bara æðislegt fjölskylda, mér finnst. Alveg frá ég var lítil, það var bara mjög gaman að vera saman. Við bróðir minn vorum bara að leika saman, hann kenndi mér að hjóla og já, og svo bara, ég meina, þegar ég var fluttur í burtu, þar fyrir ég byrjaði að dansa, þá þau vorum bara að fylgja og þá vorum með mér, bróðir minn kom að sjá mig að dansa, pappa minn, mamma minn, og þetta, mér finnst bara æðisleg fjölskylda, bara svona kósí, já. Þegar ég var lítið, ég var alltaf bara mikið, svona, ég var mikið áhugasam og bara að skoða hvernig var svona heiminn, ég fór alltaf svona landkort, ég var bara að skoða með pappa, og bara átti mjög skemmtileg í það. Og líka ég var þessi strákur sem langaði að dansa mikið. Og alveg frá að ég var lítil, ég var bara alltaf að dansa. Þegar ég fór í skóla, ég var bara í svona hópur sem ég var bara alltaf svona að dansa. Þá ég var bara að dansa, bara svona náttúrulegt eða eitthvað svoleiðis. En ég kunni ekki neitt að dansa eins og að segja nútímadans. Nei. Ég var mikið svona karate strákur þegar ég var lítið, þá ég var að læra karate, já. En ætlaðirðu að verða dansari? Nei, alls ekki. Ég átti mikið að huga að vera að læra stafræði. Ég hugsaði að því pappa minn var mjög góður í þessu og svo ég hugsaði, já, þegar ég verði stór þá ætla ég bara að læra stafræði. Og ég var alltaf þegar ég var lítið, ég var með pappa bara aðeins að fara yfir og læra og ég var bara að sýna hvað mér fannst mjög gaman að læra stafræði. En aldrei að hugsa að vera dansari. Þangað til mamma minn, hún bara sá að það var eitthvað inni á mér. Af því ég átti bara alltaf svona áhuga að vera að dansa og eitthvað svolítið. Þá hún bara sagði mér, heldur, ég held að þú þá bara fara að prófa eitthvað svona nútímadans námskeið. Og ég sagði, nútímadans? Ég held ekki. Þetta er ekki fyrir mig. Ég vil bara vera karate og ekki meira. En svo smá sama, hún bara hélt áfram að segja mér, heldur, ég held að þú það bara fara að taka eitthvað svona námskeið. Ég sagði bara, ok, ég ætla aðeins að reyna að prófa. Og svo, þetta var svo gaman. Og ég var ég var 10 ár þegar ég byrjaði. Og svo ég fór bara námskeið og svo bara áfram og svo fór ég að sýna og það var svo skemmtilegt. Og svo byrjaði þetta smá saman. Ég var að verða áhugasamur dansin. En svo bara, það bara snúið bara svona. Og svo bara ég byrjaði með dans. Þá bara glemdi ég bara öllum. Ekki meira karate,
ekki meiri stærðfræði, bara alveg einbeitingur minn var bara í dansinn. Já. Og var pabbi þinn alveg sáttur við þetta? Já, það sem mér fann bara mjög gott þegar ég bara ákveða að byrja að dansa eða bara taka inntökupróf til að byrja í skóla að dansa í alvörunni, að læra dans. Þeir voru bara að hjálpa mér alla tíma. Það var neitt vesen, ég átti ekki neitt vesen. Það voru bara, ef þú vilt bara dansa, þá við ætlum bara að hjálpa þér og bara fylgja með alla tíma í dansinu. Og ég bara mjög þakklátt af því þetta hjálpaði mér svo mikið. Manstu hvenær þú heyrðir fyrst talað Ísland? Hvenær vissir þetta land væri til? Já, þetta var af því, þegar ég var í háskólanum, ég var að læra, þá kom þessi lítið fjölskylda til Kúbu. Ég mjög oft búin að uppfylla drauma mína í þessu lífi og ferðast út allan heim með hreinggjörning. En maðurinn minn, Volli, hann hafði ekkert farið neitt rosalega mikið og alltaf verið heima börnin og svona. Svo langaði hann að fara til Kúbu að læra tónlist. Hann spilar á saxofón og langaði að læra meira á saxan. Og svo tímdi hann ekki að fara einn frá fjölskyldunni. Og við ákvaðum bara að fara öll til Kúbu, flytja þangað í ár, leigja húsið okkar. Og þau vorum á Kúbu að læra í háskólanum. Og þau vorum að læra dans, afró, það sem ég var að læra líka. Svo við hittum bara þar á Kúbu. Og svo þetta var fyrsta skipti sem ég heyrði Ísland. Við förum í þennan háskóla og okkur með mikilli fyrir komumst við inn í heimavistina þar. Og ég fékk eiginlega bara áfall þegar ég kom inn vegna þess að það ég allt í einu áttaði mig á að ég var að fara að lifa í ár við allt aðra lífsaðstæður og lífs, ég veit ekki hvað heitir íslensku, standard heldur en hér á Íslandi. Og þeir voru bara að sýna mér mynd á Íslandi og ég sagði, vá, mér langar að koma til Ísland. Ég var alveg til að sjá alvöru hvernig Íslandi. Og því ég sagði alltaf, það svo mikið pláss á Íslandi, svo mikið frjáls. Ég vil bara standa og bara öskra, sagði ég. En já, þetta var fyrsta skipti sem ég heyrði Ísland, það var frá þeim. Og við vorum öll sett í skóla að læra eitthvað. Volli fór, eiginmaður minn, hann fór í tónlist og sonur minn, eða sonur okkar. Og dóttir okkar, hún Urður, var skólasystir mömmu sinnar. Ég var yfir 50, börnin voru 16 og 19. Ég fór út, ég hélt ég væri að fara að læra söng. En svo komum við og Kúbuverjar eru svona þekktar fyrir að vera svolítið óskipulagðir. Og við sem sagt, pabbi minn var búinn að senda tölvupóst og segja alveg, já, dóttir mín vill læra söng og svo komum við út og þá var bara, já, ég hélt að það var eftir son sem vildi læra trommur. Ég var mitt bróðir sem vildi læra trommur, en hún hélt að vera 2 synir sem vildi læra trommur og ég var bara, nei, ég held þessi stelpa, og mér langar að læra söng og hún bara, já, nei, það er ekki pláss í söng hjá okkur núna. Þannig að þú fer bara dans. Og þá var ég alveg bara, dans? Já, ok. Alltaf lagi og þú veist, prófaði það, ákvaða bara, fyrst ég hérna, þá verði nú að gera eitthvað. Og þá var ég sem sagt sett í afró-kúbverska dansa með kúbverskum dansurum sem höfðu verið að læra þetta síðan voru 12 ára. Voru bara professional dansarar, ógeðslega flottir dansarar og mér leiði bara svo hálfvita í þessum tímum. En ég og mamma mín tókum bæði þessa tíma og þraukum nú í gegnum þessu tíma og sem sagt í þessum tímum þá var Camilo líka. Og mér fannst alltaf þegar ég sá hana í tímanum að hún var svo falleg, mjög falleg. Og svo við fórum í date, bara einu sinni. Og svo þetta byrjaði svona smá sama. Við vorum bara að kynnast, bara smá sama, af því það mjög öðruvísi. Ísland, Kúbu, það svo mismunandi land. En ég man og ég segi alltaf svoleiðis, þetta var örlög, segir maður. Ég man eftir ég að hafa hugsað,
mér fannst hann ógeðslega flottur dansari. Ég man eftir að hann var alltaf í svona gulum buxum og mér fannst það gett spes. Ég var alltaf bara eftir svona áður en ég kynntist honum að hafa hugsað mann sem gaurinn í gulum buxunum. Og það var svo mikið það var svo mikið tengslu á milli okkar. Við fórum að labba saman bara háskólann og vorum bara að spjalla saman og síðan þá bara eiginlega hættum við ekki að við vorum eiginlega saman bara alla daga. En við fluttum heim eftir tæpt ár á Kúbu og á flugvellinum voru allir grátandi í fjölskyldunni minni og þeir sem fóru með okkur á völlinn. Nema ég fraus alveg og ég bara, mér leiði þess að ég var svona tölva, ég svona horfði á fólki mitt á Kúburina og hugsaði þetta skrítið. Ef að kærasti dóttur minna væri danskur strákur og við værum í Danmörku, þá myndi hann bara koma að heimsækja hana. En hér eru þau að kveðjast og geta aldrei sést aftur. Manstu eftir deginum þegar þú varst að fara heim og varst að kyssa bless á flugvellinum? Já, ég manstu því, það var ömurlegur dagur. Það var ógeðslega erfitt. Það voru allir náttúrulega hágrátandi og þetta var rosalega erfitt en samt rosalega fallegt út því að það var svona endir á einhverju tímabili og Camilla kom með okkur upp á flugvöll og nokkrir í viðbót sem voru svona nánustu vinur okkar og við vorum að kveðja og það var bara allir grenjandi rosalega erfitt og því að ég vissi líka ekkert í rauninni þú veist, ég ætlaði aldrei að eignast kærasta á Kúbu ég ætlaði aldrei að eignast einhvern kærasta sem ég myndi síðan koma heim eða neitt svoleiðis, ég vissi aldrei ekkert hvort að hann gæti komið hingað og þannig að þú veist, mómenti á flugvellinum var pínu svona þú veist, ég veit ekkert hvort að ég muni sjá þig aftur, þú veist, kannski kemst það ekkert til Íslands og því að það ekkert sjálfsagt fyrir Kúbverja að mega ferðast. Af því að hann hefur enga möguleika að ferðast til Evrópunum að fá boðsbréf, senda hann flugmiða, þetta, hitt og það bara gerðist eitthvað inn í mér sem að tengist sko réttlæti í þessum heimi og ungu fólki og möguleikum og svona og við komum heim í júní og ég sem sagt fór í gegnum alla pappíra og sótti og sendi bréf og sagði við Volla átti ekki varasjóð ef ekki bara kaupa flugmiða fyrir hann. Hann var kominn hingað innan við 2 mánuðum eftir að við komum heim og var hér í 2 mánuði fyrst. Þurfti svo að fara því að útlendingar utan Evrópusambandsins mega vera 3 mánuði, svo þarf hann að vera 3 mánuði heim hjá sér og svo kom hann aftur í 3 mánuði og svo fékk hann vinnu hér á Akureyri og þá flutti dóttir mín suður þannig að hann bjó hér með okkur Volla eins og sonur okkar, þessi tengdasonur í 1 vetur, kenndi hér í dansskóla á Akureyri og svo flutti hann bara suður til kærustuna sinnar því að hún var að fylgja sínum draumum sem tengjast reynda líka dansi. Þannig að Kúba hafði rosaleg svona örlaga áhrif í okkar fjölskyldu á marga lönd. Hvernig var þetta þegar þú komst svo til Íslands? Já, þetta var bara algjörlega ævintýri þegar ég kom til Ísland. Ég man þetta var í 2011 og það var svo erfitt ferðalag sem ég að meina erfitt af því þetta var fyrsta skipti sem ég átti tækifæri til að ferðast og svo ég var bara alinn að ferðast það var svolítið erfitt en ég var líka ég var 19 ár ég talaði ekki ensku þetta var algjörlega ævintýri og ég var bara að skemmta mér allan þessi stund sem ég var í þessi ferðalag. En þegar ég kom til Íslands, ég lenti í Keflavík og strax fann ég kulda. Og þetta var svo æðislega gott af því ég var komin ég var á Kúbu, ég meina á Kúbu, það er svo heitt á Kúbu. Og svo var að koma til Ísland og sjá bara, það var bara myrkis, það var kalt, það var mikið vindur, rók, allt sama. Þetta var æðislegt. Þegar ég segi við fólki, þetta var bara æðislegt ævintýri. Bara koma til Ísland, sjá kulda, mjög kalt, rók og allt sama. Og fólk bara, Camillo, ertu brjálaður? Hvernig, hvað? Ja, það er ekki hægt að vera á Kúbu, það er svo heitt það. Þetta var bara allt nýtt fyrir mig. Það var æðislegt að koma og bara hitta
þau bara hér á Íslandi og bara sjá veðri á Íslandi, bara allt öðruvísi fólk. Það var bara svo gott fyrir mig. Fyrsta sumari sem hann kom, það var hann bara í 3 vikur, þá fórum við til dæmis upp á súlur. Kamílu náttúrulega alveg svakalega feitt og ekkert mál að labba upp á súlu. En svona á miðri leið, þá horfði hann á hendurna og kallaði á okkur. Volli, Anna, hendurna mína. Já, hvað með hendurna þína, Kamílu? Mér kalt á höndunum. Já, það eftir það. Já, en hverfur þetta aftur? Verður þetta aftur í lagi? Honum hafði aldrei orðið kalt á höndunum. Aldrei, nokkuð tíma, alltaf bara heitt. Já, ég fór beint til Akureyri, ég segi bara núna, dagsinn í dag, ég frá Akureyri. Og já, ég fór til Akureyri og svo ég byrja að læra íslensku. Ég átti mikið að huga bara að læra íslensku og tengdaforeldrar þau vildi líka að ég bara læri þessi tungumál íslensku. Og já, þetta var erfitt, gaman, vandræðalegt, allt saman. En þetta var svo gott fyrir mig. Ég var bara, Volli bara að kenna mér. Hann bara ákveða bara að kenna mér á hverjum degi svona í 20 mínútur eða 30 mínútur á hverjum degi. Við vorum bara að læra svo mikið. En þetta var svo æðislegt. Hann var svo góður við mig að kenna, svo rólegur. Þannig að þegar hann kom hingað þá talaði hann spænsku eingöngu og vildi læra íslensku. Og ég fór bara að kenna honum eins og ég hafði lært, sem náttúrulega þá ansi langt síðan. Ég var að læra í kringum 8-10 íslensku. Kynni okkar önnu byrja á því að ég kunni eina setningu í íslensku. Það að segja á forn norsku sem ég hafði lært þegar ég hafði reynt fyrir mér í germönskum fræðum og skandinavistik í háskóla. Löngu áður en ég kynntist önnu. Þá hafði ég lært setninguna illt að eiga þrælað einkavin og fornsögunum. Það var það eina sem ég kunni á norsku þá. Og svo sátum við saman í fyrirlestrasal í anatómíu fyrirlestur í Íþróttaháskólanum í Köln og ég vissi það að hún væri íslensk og ég var búinn að tengja að þá hlýtur hún að skilja þetta og ég sagði þessa setningu við hana. Og henni fannst þetta frekar skemmtilegt. Var þetta pick-up lína? Já, þetta er örugglega svona svalasta pick-up lína sem maður getur beitt sem útlendingur á íslenskar stelpur. Ég lagði áherslu á að hann myndi bara átta sig á því að það væri bara grundvallar munur á spænsku og íslensku. Það náttúrulega vita það allir sem að tala spænsku að það er allt annar orðaforði og málfræðin er líka allt öðruvísi. En málið það fyrir fólk sem hefur þennan spænska bakgrunn, það er mjög erfitt að koma sér inn í það hvernig maður fallbeygir orðin. Að það skuli vera til 3 kyn og það skuli vera til nefnifall og öll þessi fall. Þannig að ég reyndi að láta hann átta sig á því að það væri sem sagt ekki bara það að læra ný orð, heldur bara heilt system. Og hann var mjög ákveðinn í að reyna að læra þetta og það var oft á tímum talsvert erfitt fyrir hann. En hann sýndi verulega mikla elju, gafst aldrei upp. Og ég held að Camilo sé Íslendingur sem fæddist og varst á Kúbu sko. En kenndur honum fínu pick-up línuna? Jú, það hefur örugglega komið til tals. En hann hefur náttúrulega aldrei þurft á henni að halda. Hann kynntist urði náttúrulega á allt öðrum forsendum. Á hvaða tungumáli talið þið saman? Þið eru bara 2. Eiginlega allt á spænsku. Oftast. En stundum íslensku. Sérstaklega ef það er einhver erfið orð sem ég þarf að segja. Þá nota ég íslensku. Eða ef við erum að rífast. Þá finnst mér stundum ósanngjarnt að við séum alltaf að rífast á spænsku. Og því að þá tapa ég alltaf. Hefur eitthvað fjölskyldunni þinni komið og heimsótt þig? Nei, þeir eru ekki búin að koma til Ísland aldrei. Það sem þeir vita Ísland í gegnum mig. Þá myndir sem ég búin að sýna þeim þegar ég fer til Kúbu. En ekki meira, þeir eru ekki búin að koma til Ísland. Já. En allar einhver að koma? Já, við erum að vinna til að geta fengið mamma mín núna með mig að koma til Ísland. Fyrsta skipti, þetta er rosalega spennandi, ég hlakka svo mikið til. Og það gæti verið að vinur minn kemur líka með. Og já, en það er bara svoleiðis, það er bara svolítið erfitt. Við veitum bara að skila svo mikið pappír og það tekur smá tíma. En við erum bara að reyna að klárast núna enda
júni og það geti verið að hún getur komið núna í júni sem ég finn rosalega spennandi. En nú sjáum við miklar svona að það er mikið að breytast á Kúbu. Hvernig finnst þér að fylgjast með öllum þessum breytingum? Já, ég finn bara mjög gott það sem að gerast núna á Kúbu. Af því það sem mér fann mjög fyndið og ég var bara að skrifa það einu sinni. Ég var bara sitjandi hér heima og svo allt í einu sá ég eitthvað SMS á Facebook. Ég bara, hvað er þetta? Og ég fór og opnaði. Það var bróðir minn sem hann sendi mér skilabót á Facebook. Og þetta var svo gott að geta fengið þessi tækifæri að geta spjalla sama og ekki vera að senda SMS og svo bara bíða í 1 klukkutíma að geta fengið svar. Og svo ég var svo ánægður með þetta breyting sem að gerast á Kúbu af því þá við getum hafa meira svona sambandi af því við erum svo fjölskylda og við erum svo langt í burtu að það er bara þessi að tala í síma, það er bara sem við eigum. Og svo þetta var einn daginn og svo á næstum dögum þá talaði ég við mömmu og þetta var svo gott. Svo gott að geta hafa svona spjalli og bara senda og hún svaraði mér tilbaka. Mér fann að hún væri bara hér á Íslandi. Og þetta er bara að gerast núna, þið hafið ekkert verið í neinu svona netsambandi. Nei, þetta er að gerast núna en svo við vitum það var Obama, hann var bara á Kúbu núna og þetta var bara stór breyting. Af því ég meina, þetta var, við vorum bara sambandi á milli Kúbu og Bandaríkjunum það var bara í 60 ár, bara, við vorum bara lokað ekki neitt sambandi á milli okkar og núna allt í einu þetta er bara opnast. Hann var bara á Kúbu, þeir vorum bara að halda sama umræðu, bara tala saman og þetta sem að gera til mér finn mjög gott fyrir fólki á Kúbu, fyrir fjölskyldan minn sem á Kúbu, fyrir við getum bara fengið meira tækifæri, kannski að ferðast, eins og það sem við vorum að tala netið, geta hafa sambandi, og það geti verið við fengum meira mat og kannski meira fleiri af því laun á Kúbu er bara svo lítið. Það geti verið hjálpa líka að þróast og kannski Kúbu verður bara miklu betri, hugsaði ég sko. En sjáum til, af því þetta er ekki svona einfalt. En smá sama, en ég er mjög ánægður með þessi breyting sem að gerast núna. Og ég vona að þetta haldi áfram og verða eitthvað svona gott í framtíð. Svo fórum 1, 2, 3 og 1, 2, 3 og svo kemur þessi hér. 1, 2, að fara 1, tan. Camilo kom, hann bankaði upp á og spurði hvort að mig vantaði einhvern til að koma aðstoða. Og ég var ekki alveg viss, mér varst hann svo ungur og svo hugsaði ég, ok, ég ætla að gefa hann reynslutíma og koma að kenna sem sagt í nútímabrautinni og það hefur bara reynst svo vel og hann er svo yndislegur, jákvæður og bara það geislar alltaf af honum, nemendurnir ánægðir með hann og líka bara allt sem hann gerir að það vex. Ég sakna sælunar sem löngu liðin er. Ég reyna að ná til þín en þú vilt hafna mér. Hvernig kom þetta til með Mamma Mia á Borgarleikhúsinu? Wow, já. Sko, þetta byrjaði svo leiðið. Ég var í sumar núna á Kúbu og þá ég fekk svona SMS. Hefðu Camilo, vinkona sem að búa til dansi sem að hjálpa okkur ástöða í dansi sem við erum að gera í Mamma Mia. Hún sendi mér skilabóð á Facebook, hún sagði mér, heldur, við ættum bara að halda lítið inntökupróf fyrir Mamma Mia. Mamma Mia? Ég er ekki alveg viss hvað er það núna. En já, ok, ég er bara núna á Kúbu, en já, við skulum bara tala saman þegar ég geng aftur tilbaka. Þá ég var komið tilbaka og svo ég fór í þessi inntökupróf og svo ég komst bara inn
og svo byrja ég í Mamma Mia. Hvernig finnst þér að sjá hann í Mamma Mia? Ég starði hann allan tíma. Mér langar eiginlega að fara aftur til þess að geta sé einhvern annan líka. Ég fór á frumsýninguna og var bara allan tíma bara Annika Míla. Ógeðslega stolt og bara hann svo flottur í þessu og já, ég bara ótrúlega stolt af honum. En þekktur á ABBA? Hlusta Kúbverjar á ABBA? Sko, ég held ég allavega, ég er að tala um mig. Ég vissi að það væri til svona hljóðsveit sem heitir ABBA. En ég var aldrei að hlusta þeirra tónlist. Ég vissi að það væri til hópur, ég vissi að það væri 2 stelpur og það væri 2 stelpur meina og 2 strákar sem voru inni að spila. En ég vissi ekki neitt meira ABBA. En núna, núna veit ég þetta. Alveg sko. Vissi allt ABBA? Já, núna, já. Það er svo skemmtileg tónlist og svo gaman, já. Þannig að mamma kannski nær að sjá sýningu? Já. Þetta, ég lakka svo mikið til. Ég meina, hún ætla að koma, hún tala ekki ensku, hún tala ekki íslensku, hún bara spænsku. En samt, það er svo gaman að koma og geta fengið tækifæri að koma frá Kúbu og sjá mig hér að dansa á Íslandi og alveg öðruvísi sjó eins og Mamma Mia. Ég á lífið hér á Íslandi, lífið mitt hér á Íslandi og þessi tilfinning sem ég finn núna. Og ég væri alveg til að geta fengið ríkisborgara einhvern tíma hér á Íslandi. Af því núna ég bara að vinna ennþá á Íslandi. En það gæti verið einhvern tíma, það virka ekki pappi sem ég þarf að skila og þá ég að koma til Kúbu. Ég er ekki búinn að fá leyfi til að vera hér að búa hér alveg á Íslandi. En ég væri alveg til að geta fengið þessi tækifæri. Af því það er svolítið öðruvísi fólk sem býr í Latín-Ameríku geta fengið. Þau viltu bara bíða og ég væri alveg mjög ánægð að geta fengið tækifæri til að geta verið hér á Íslandi og búa hér á Íslandi til að geta vera hræddur alla á hverjum ári sem ég það bara framlengja leyfi mitt að vera svona hræddur og stressaður að þau kannski segja mér bara nei Camilla, þú er búin að vera of mikið hér á Íslandi og það bara fara til Kúbu og þú getur ekki verið meira hér. Ég veit ekki, það geti gert kannski ekki en ég væri mjög ánægð að geta finna svona róleg tilfinning, núna á ég heima hér á Íslandi og ég verð bara hér. Þeir ætla ekki að senda mér út og eitthvað svo leið. Og af því ég meina frá þegar ég kom til Ísland það bara æðislega gaman, æðislega gott fyrir mig að búa hér á Íslandi. Þú vilji sjá mig, hlustaðu nú á mig.